Heilir og sælir, áhorfendur góðir og velkomnir á þessa viðurkenningarhátíð Félagskvenna í atvinnulífinu árið 2021. Sem að þessu sinni haldin í sjónvarpssal á fordæmalausum tímum og næstu klukkustundina kemur hér fjöldi gesta. Þar meðal 3 konur sem hljóta viðurkenningu FKA fyrir framlag sitt til atvinnulífsins. Já, og talandi góða gesti. Við ætlum að heilsa fyrst upp á forsætisráðherra landsins sem að jafnframt fer með málaflokk jafnréttis í ráðuneyti sínu. Hjertanlega velkomin Katrín og jafnréttismálin stór málaflokkur. Fyrst að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna í þeim efnum. Hvar erum við stödd á þeirri vegferð? Já, heimsmarkmiðin eru nánast eins og leiðarvísir fyrir heiminn sem ríki heimsins hafa ákveðið að fylgja til 2030 og heimsmarkmið að ná jafnrétti kynjanna, það bara miðast til 2030 eins og öll hin markmiðin. Ég heyrði því fleygt á fundi hjá Sameinuðu þjóðunum líklega 2019 að þetta væri það markmið sem við ættum lengst í land með og það er eiginlega alveg ótrúlegt því þarna erum við að fjalla samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og stór mál í heimsmarkmiðunum. Því þetta er svo rótgróið, þetta misrétti kynjana, að við erum ennþá langt í land. Já, þetta er aftast á meirinni. Já, ég meina það er erfitt að mæla það, en það virðist vera einhvern veginn að líka árangri í jafnréttismálum, það er ekki hægt að taka honum sem gefnum. Við hefum séð bakslag til að mynda bara hér hjá okkur, stundum teljum okkur vera búin að ná jafnrétti og þingi, svo verður bakslag. Við sjáum sveiflur þegar kemur að fyrirtækjum í þeirra stjórnendahópi. En heilt yfir hefur svo okkur miðað áfram og það er náttúrulega að því að við höfum verið að breyta kerfunum. Það er eiginlega það sem við þurfum alltaf að horfa á. Hvernig getum við breytt kerfunum til að ná markmiðinu? Við erum oft á tíðum stolt af okkar eigin framgangi, okkar eigin árangri, en eigum samt á köflum í einhverjum kimum, nokkuð langt í land. Hvar erum við aftast í jafnréttismálunum á Íslandi, að þínu mati? Það er góð spurning því að sömuleyti einmitt hefur okkur gengið vel. Við erum ofarlega á alþjóðlegum listum. Ég þakka það dálítið þessum breytingum sem auðvitað konur hafa leitt, ég meina tölum bara leikskóla fyrir öll börn, tölum fæðingarorlof sem skiptist jafnt á milli foreldra. Þetta eru allt gríðarlega mikið áfanga til að tryggja körlum og konum jöfn tækifæri. Forsendan. Og það er að þau karlar og konur taki jafnan þátt í uppeldi, umönnun, heimilisábyrgð, þannig að þau geti, bæði karlar og konur geti líka náð árangri á vinnumarkaði. Og við erum með mikla þáttöku kvenna á vinnumarkaði, það er gott á Íslandi, en það sem ég hef gert að forgangsmáli á þessu kjörtímabili eru ofbeldismál, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og ofbeldi. Það er erfitt að ná utan það viðfangsefni því það fer yfir allt. Það snýst forvarnir og fræðslu í menntakerfinu, það snýst stuðning í félagslega kerfinu og heilbrigðiskerfinu, það snýst dómskerfið og við erum búin að vera að vinna saman að þessu markmiði, nokkur ráðuneyti á þessu kjörtímabili sem hefur skilað sér í frumvörpum sem eru núna til umræðu, meðal annars kynferðislega friðhelgi og umsáturseinelti í forvarnaráætlun sem Alþingi samþykkti einróma í fyrra. Þannig að við tókumst áfram, en þetta er auðvitað stór meinsemd. Já, og margir gleyma því að þetta er snar partur af jafnréttisbaráttunni. Já, og það er auðvitað, sumir hafa sagt kynbundið og kynferðislegt ofbeldi er í senn orsök og afleiðing misréttis. Og meðan við einhvern veginn tökumst ekki á við þennan landa, þá getum við ekki ná markmiðinu jafnrétti kynjanna. En að mörguleyti erum við komin langt. Við sjáum að konur sækja fram jafnvel í ríkari mæli heldur en kallar nú orðið í menntun og við horfum þar til háskólana. En engu að síður nefna margar konur við mig og fleiri fjölmiðlumenn að það sé ekki tekið jafn mikið mark á þeim út í atvinnulífinu og körlum. Þar eigum við eitthvað í land. Við eigum í land þar. Við eigum í land þegar kemur að konum í æðstu stöðum í atvinnulífinu. Það er alveg algjörlega á hreinu. Þar hafa konur og karlar ekki fengið jöfn tækifæri. Og þetta er auðvitað bara hluti af því, ég vitna nú gjarnan í John Stuart Mill sem sagði í sinni frægu bók Kúgun kvenna að þetta væri líklega rótgrónasta misrétti af því það hvílir svo djúpt. Og þetta með einmitt sem svo margar konur upplifa að þær tala á fundi og síðan heldur fundurinn áfram eins og þær hafa ekki sagt neitt. Það er nánast eins og allsherjar blindu og heyrnarleysi hafi slegið á mannskapinn, skilurðu.
Þetta er meinsamt. Þegar þú horfir til allra kvenna í landinu og kalla vel að merkja sem eru snar partur af jafnréttismálunum. Einmitt. Og meðtalum partur af jafnréttismálunum, þá hugsum við oft til fyrirmynda. Fyrirmyndir í okkar eigin lífi og fyrirmyndir lífi annara. Fyrirmyndir eru gríðarlega mikilvægar fyrir ungar konur og unga drengi til þess að jafnréttismálin fái sinn framgang. Ég reyndar sagt það og ég held að það sé mörgum að þakka að það sem Ísland hefur gert vel í jafnréttismálum að karlmenn hafa verið virkir í jafnréttisumræðuna. Og til þess horft og það skiptir máli og það hefur gert að verkum að jafnréttismál eru orðin mainstreamsmál í íslenskri pólitík sem er frábært. Fyrirmyndina skipti þetta gríðarlegu. Ég meina, ég er fædd 1976. Skipti það máli að Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti 1980? Auðvitað skipti það máli. Auðvitað. Hún var fyrirmynd bæði karla og kvenna allra að minni kynslóð. Því þetta þýddi eitthvað fyrir okkur. Þetta er bara sjálfsagt. Og auðvitað skipta fyrirmyndir máli og þær þurfu ekki að vera eldri maður sjálfur. Stundu þegar ég hitti ungar konur þá bara fæ ég svo mikinn innblástur af því hvernig þær nálgast lífið. Þannig að ég segi fyrirmyndirnar eru allt í kringum okkur. Já. Við horfum til dæmis á unga konu fara með ljóð í innsendingaratum Joe Bidens á dögunum. Nákvæmlega. Og það er einmitt þetta að sko hrífast með, ég meina að fylgjast með ungum baráttukonum sem hafa verið að setja ýmis málefni í tengd kvenréttindum á borðið. Unga baráttukonan í loftslagsheiminum, Greta Thunberg, skilur. Fyrirmyndirnar eru svo víða, en líka auðvitað, og ég náttúrulega hef gaman af að grúska í sögunni, þessar konur sem á undan gengu. Ég segi, maður fer í stjórnmál, það skiptir máli konuna sem gengu á undan, hvort sem það er Ingibjörg Sólrún sem var borgarstjóri í Reykjavík, Kolbrún Halldórsdóttir sem var í Vinstri grænum þegar ég hóf þar störf og fleiri. Konur úr öllum flokkum og fyrir mig að byrja í stjórnmálum, þá skipti ósvalega máli að fá stuðning kvenna í ólíkum flokkum sem hafa svo sannarlega verið mér stuðningur alveg fram á daginn í dag. Geta speglað sig í sögunni? Það er óbúslega dýrmætt og ég gæti nefnt það svo margar, ég nefni hér af handahófi einhverjar, en þetta eru allt svona konur þó maður sé ekkert sammálaði með allt, að þær hafa virkilega sýnt manni í verki hvað það merkir sko kvennasamstaða merkir. Já. Katrín Jakobsdóttir, gott að hafa þið. Gangi þér vel í þínu störfum. Takk fyrir sömuleiðis. Höldum heyra áfram í skammarstund. Já, það er við hæfið að heyra næst í formanni félagskvenna í atvinnulífinu FKA, henni Huldu Ragnheiði. Það er aldeilis kraftur í félaginu og félagið sem hún leiðir, þar er samstæðan einnig mikil. Og líkt og vel sést á haustmánuðunum þegar félagskonur í FKA héldu samstöðugöngu í Búrfellsgjá í nágrenni höfuðborgarinnar. Þar sem að þær mynduðu tákgræna keðju til að sameina konur fyrir nýtt starfsár og búa til pláss fyrir nýja konur í félaginu. Já, það er ekki alltaf verið að fara tróðnarslóðir í starfsemi FKA, svo sannarlega ekki. Og hér er formaðurinn kominn og þetta segja að sé ekkert að gulna hjá ykkur majónesið frekar en fyrir daginn eins og við gjarnan segjum. Nei, hefur ekki gefist tími til þess, þetta starfsári, það er alveg á hreinu. Þetta er auðvitað hátíðisdagur í dag og allir spenntir að heyra og sjá hverju verða fyrir valinu. En í dag er svona uppskera, er það ekki, á árinu? Jú, þetta er eiginlega bara uppáhaldsdagurinn minn í starfi FKA. Þetta er dagurinn sem við fáum tækifæri til að taka upp ljóskastarana og varpa ljósi á frábærar fyrirmyndir í atvinnulífinu. Og það er bara, mér finnst þetta bara eitt af skemmtilegasta sem ég hef gert í FKA. Það er að vera á viðurkenningarhátíð, sjá þessa gleði bæði þeirra sem eru heiðraðar í hvers sinn og ekki síður ótrúlega gaman að sjá bara hvað aðrar konur eru tilbúin til að samgleðast á þessum degi vegna þess að þetta er sannarlega í þágu okkar allra sem við erum að veita þessa viðurkenningar vegna þess að við viljum vekja athygli á því hvað margt er gríðarlega vel gert og af hverjum það er gert. Það er af konum. Einmitt. Og þess á milli, segðu okkur aðeins frá starfsemi félagsins og út á hvað það gengur og hvað er leikið áherslu á? Sýnileiki sem að náttúrulega þessi dagur er eitt af lykilverkefnunum til þess að auka sýnileika kvenna og sýnileiki bara almennt er eitt af því sem við erum að gera sérstaklega núna og höfum verið að gera í mjög langan tíma. Það er að lyfta konum upp
varpa ljósi á konur sem að gera merkilega hluti, auka umræðuna í fjölmiðlum og við höfum svo sannarlega séð að það eru aðilar tilbúin til að leggjast á árarnar með okkur en við teljum að þetta sé gríðarlega ábyrgð sem að liggur hjá okkur í því að koma konum svona betur á kortið og sýna í rauninni bara fram á hversu mikilvægur hluti af atvinnulífinu konur eru. Já, ég veit ekki miklu áherslu á fjölbreytileika, hvernig svona starfsemin byggð upp og hversu margar félagskonur eru í félaginu að svo stöndu? Núna erum við bara svipað eins og undanfarin ár. Það eru kringum 1200 konur í félaginu sem að okkur finnst í rauninni bara kraftaverk á þessum tímum og við erum mjög þakkláttar fyrir að konur spöruðu ekki við sig í FKA þetta árið og við höfum reynt að endurgjalda þeim sem eru félagar með því að vera með mjög virkt starf og við höfum sannarlega ekkert slegið af. Við höfum haldið öllum stóru kristalskálanum okkar eins og við höfum kallað og á lofti og við erum að framkvæma hluti eins og til dæmis bara þetta verkefni, við færðum það frá því að vera í sal með 200-300 manns yfir í það að verða sjónvarpsþáttur þetta árið en við erum líka framundan hjá okkur glæsilegu dagur, sýnileikadagur sem þar sem að konur fá tækifæri til þess að í rauninni bara hlaða verkfærum í belti sitt til þess að auka sýnileika sinn, læra á nýja leiðir í nýjum heimi og það kannski það sem að við hlökkum mest til núna þessa dagana, það það sem framundan hjá okkur. Já, og þið náðuð að virkja landsbyggðina líka, vel það ekki? Já, við erum samfærið það að COVID hefur í rauninni sýnt okkur hvað við þurfum að breyta aðeins til þess að auka jafnréttið í framboðinu að viðburðum og þær hafa svo sannarlega notið góðs af því, það sem á landsbyggðinni, að þær hafa verið algjörlega jafngildir þáttakatur eins og konurnar hérna á höfuðborgarsvæðinu í vetur. Þannig að kannski hafa landsbyggðarkonur bara loksins fengið uppreisn æru á að komast í rauninni tækifærin sem að hafa ekki verið í boði fyrir þær, svona alla jafna. Já. Kæra þakkir Hulda Ragnheiður og til hamingju með þessa glæsilegu hátíð. Heldur betur og við höldum áfram með viðurkenningu á hátíðin okkar eftir skamma stundum að fá það að vita, Hulda, hver hreppir hvatningar viðurkenninguna, þakkar viðurkenninguna og FKA viðurkenninguna, allt saman hér í sjónvarpssal eftir skamma stund. Með Íslandsbanka appinu sinnir þú allri helstu bankaþjónustu á einum stað, á einfaldan og öruggan hátt. Góð þjónusta breytir öllu. Íslandsbanki. Sjóvá efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvoginni. Sjóvá. Tilbúnu réttirnir frá Bónus eru íslensk framleiðsla. Komdu í Bónus og láttu það ganga. Ég vil geta lifað og unnið laus við verki. Nutrilink mín lausn. Nutrilink, öflugur liðstyrkur. Mundir þú eftir að bursta og skóla í morgun? Gömm eru hágæða tannvörur. Tannlæknar mæla með Gömm tannvörum. Fögnum 15.000 sendingum sem hafa verið sóttar til okkar á völdum N1 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Og nú bætum við völdum stöðum á landsbyggðinni við. N1 alla leið. Nýttu þér útsölunar og gerðu góð kaup með Netgyro. Svo getur þú dreift greiðslunum eins og þér hentar í Netgyro appinu eða á netgyro.is. Netgyro. Útsalan í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Sparaðu tugi þúsunda. Birgisson, Ármúla 8. Ert þú að gangi gegnum breytingar? Femarel vörurnar eru náttúruleg lausn fyrir konur sem finna fyrir einkennum vegna hormónabreytinga. Ekki láta breytingarnar koma þér úr jafnvægi. Femarel. Elskaðu, lifðu, njóttu. Vinnupallar eru viðurkenningar hafi jafnvægisvogarinnar 2020. Veljum öruggar lausnir og jafnvægi á vinnustað. Eignaumsjón leiðandi í rekstri og umsjón húsfélaga og miðlar upplýsingum til eigenda í gegnum húsbókina Mínar síður. 20 ára þekking og reynsla í húsfélagarekstri. Eignaumsjón.is. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Belladonna, Skeifunni 8.
Komiði sælir áhorfendur góður, við hugum áfram að jafnréttismálum sem varða karla jafnt sem konur, enda jafnrétti ekki kvennamál, heldur mannréttindi. Hingað eru komnir feðgarnir Þórður Magnússon, Árni Oddur, Magnús Geir og Jón Gunnar sem allir hafa látið sig jafnréttismálin mjög varða í rekstri fyrirtækja, menningarstofnana og hvarvetna í samfélaginu svo eftir hefur verið tekið. Það líka og ég spyrði Þórður, hvað gáfuð þið Marta strákonum í morgun mat hér í den? Hann er bara góður morgunmatur og allt í lagi með það, en hins vegar þá held ég að þetta sé nú miklu meira spurningin viðhorf frekar heldur hvað maður borðar sko. Já. Og ég hugsa að viðhorfið hefur svona byggst upp á því að það ættu allir að sitja við sama borð og til þess að mismunandi sjónarmið að eiga upp á pallborðið. Já, frjálslyndi og víðsýni kannski? Frjálslyndi og víðsýni, já. Árni, jafnréttismálin, er þetta ekki bara hreinlega góðu business? Jú, þetta er að sjálfsögðu góðu business. Það í fyrsta lagi að hafa aðgang að hæfileikum. Við verðum að horfa á alla þar, en svo hefur það sannast í íþróttum, í business, í listum, að teymin verða betri þegar fjölbreytileiki til staðar og kynjajafnrétti þar. Umræðurnar verða betri, það verða meira uppbyggjandi og niðurstaðar næst fyrr, en það líka fjölbreytileiki í aldri, menntun og bakgrunn sem skiptir máli, svo fjölbreytileiki skiptir máli. Magnús Geir, ég finn það í sjónvarpi að það gefur ekki rétt að mynda samfélagið nema að hafi konur að kalla til jafns. Er þetta ekki eins í leikhúsinu? Jú, það þetta samfélagið samsett af báðum kynjum og fólki af ólíkum uppruna og það okkar hlutverk og þetta endurspegla það bæði í fjölmiðlunum og í leikhúsunum og öðrum listastofnunum. Og við erum auðvitað að reyna að segja sögur sem eiga erindi og tala til okkar áhorfenda, bæði í fjölmiðlum og leikhúsi, og það gerum við auðvitað ekki nema að við séum með fjölbreytt framboð af sögum og þeim sem segja sögurnar, og það eru að sjálfsögðu kallar og konur til jafns. Jón Gunnar, leikstjórinn í hópnum, ásamt Magnús Geir. Stundum hefur verið sagt að leikrit séu fyrst og fremst gerð með kalla í huga. Þetta löngu verið svo að kallahlutverkin hafi verið áberandi. Er þetta breytast? Já, sem betur fer er þetta breytast og eins og Árni Oddur var að segja, við þurfum að spegla samfélagið og leikhúsið þarf að spegla samfélagið og ég held að það sé líka bara í starfsumhverfi og í vinnu að vinnan í framtíðinni er fjölskylduvænt umhverfi þar sem að fólk fer með börnin sín í skólan og nær í þau í skólan og við þurfum að taka mið af fjölskylduvænu umhverfi og einnig að sveigjanlega vinnutíma og mæta þörfum hvers og eins. Þetta er mikilvægt. Þórður, þetta er náttúrulega breyst alveg ofboðslega á þinni lífstíð. Við þekkjum afturhaldssemina frá því í gamla daga þegar kallar voru númer 1, 2 og 3 í samfélaginu og konur einhvers staðar þar langt og eftir. Jú, vitanlega hefur þetta breyst mikið en þetta hefur samt sem áður verið raunverulega allan minn starfsferil og svona stjórnunar tíð að þá hef ég bara lagt rosalega mikla áherslu á því að bara að það þyrfti fjölbreytileikann og annað því. Og konur í stjórnunarstörfum, það var alveg frá fyrstu tíð eitthvað sem skipti verulega miklu máli. Og ég er enda mjög stoltur af þeim hópi kvenna sem var til dæmis í stjórnunarstöðum eða völdust í stjórnunarstöðu hjá Eimskipum, hvað þeim hefur vegnað vel í lífinu, eru áberandi og skipt miklu máli fyrir Íslands samfélag. Árni Oddur, jafnréttismálin, þetta er ofboðslega breiður málaflokkur. Þín sýn á þennan málaflokk, stundum hefur hann eignaður konum en kallandi skipta ofboðslega miklu máli í þessu málaflokki. Já, kannski eðli málsins samkvæmt voru við kannski aðeins seinni til, en konurnar skilja þetta og ég var nú svolítið tvístígandi þegar við settum í löggjöf í fyrirtækjarekstri að við þurftum að vera með jafnt í kynjahlutföll í stjórn. Það hefur eins og að sanna sig. Við erum núna að stíga skrefin á þess að setja lög í framkvæmdastjórn. Við erum jöfn kynjahlutföll í framkvæmdastjórn Marel.
En talandi eins og leikhúsi að spegla straumur og stefnur í stafrænni framtíð, í hvernig við neytum matar og fleira. Ég í matvælaðinnan við Marel, við erum að gera tæki og lausnir þar. Að það mjög einkennilegt á sama tíma og mikill meirihluti þeirra sem tekur ákvörðun á heimilum heimsins hvað í matinn í kvöld til dæmis, að þá atvinnugrein okkar karllæg. Hvernig eigum við að skilja straumur og stefnur ef við speglum ekki samfélagið? Þannig að þetta bara sama í listum og business, hvað þetta varðar. Þetta samofið. Ertu upptekinn, Magnús Geir, af jafnréttismálum á hverjum degi að standa þína plikt í þeim efnum? Já, ég held ég get alveg með góðri sagt að ég sé mjög meðvitaður það. Að hluta til það í raun bara hver við erum og hvernig við erum samansett og það auðvitað vera bara eðlilegu þáttur af lífinu að blanda þessu jafnt og í grunninn þetta bara jafnréttis og sanngirnismál. Af hverju ósköpunum ætti hálfur hluti þjóðarinnar eða mannkyns að búa við eitthvað lakari tækifæri en aðrir. Það bara svo fráleitt. En til viðbóta við það, þá held ég til að ná árangri í jafnréttismálum, þá mjög mikilvægt að vera að telja af því að oft erum við bara blinduð af svona gamalli hefð og erum með skökk kynjaglerju og ég fann það til dæmis í RÚV þegar við vorum að breyta þar og samsetningu í stjórnunarstöðum, í hópi umsjónarmanna, viðmælenda og hvað sögur voru sagðar. Eina leiðin til þess að ná afgerandi breytingu á tiltölulega skömmum tíma var að telja þetta mjög nákvæmt og gefa það upp opinberlega með reglubundnum millibili, gera það upp bara eins og bókhald í fyrirtækjum. Þannig að sannarlega þurfum við að vera vakandi yfir því hvern einasta dag. Jón Gunnar, þú ert yngstur í hópi barna, Mörtu og Þórðar. Finnurðu breytingu á strákum á þínum aldri? Eru menn farnir að hugsa fjölskylduvænna uppteknari af þessu málaflokki vegna þess að þetta snýst konur og kalla, ekki bara konur? Jú, svona svo ég talaði fyrir ungu kynslóðina. Já, sem betur fer. Og þetta bara orðið svo sjálfsagt mál. Allir eiga jöfn tækifæri af menntun og menningu og þannig förum við inn í framtíðina. Þórður, lokaorðin í þessum málaflokki, hann hefur sjaldan eða aldrei verið jafn brýnn og núna. Það að veita einmitt eins og Jón Gunnar segir, konum jafnt sem körlum, jöfn tækifæri, stelpum jafnt sem strákum. Það snýst voðalega mikið það til þess að samfélagið virki. Jú, ég held bara reyndar að þetta verða að horfa á þetta reyndar í miklu breiðara samhengi. Þetta eru allir og ólík sjónarmið og annað því sem að spila inni. Þetta var alveg við í háskóla og umhverfinu og annað fyrir. Við vinnum milli einstakra deilda, verkefni sem að verður að vinna. Það þurfa að koma fram ekki bara einhverja hagræna lausnir eða lögfræði lausnir eða annað fyrir. Þetta verkfræði lausnir. Þar verða mjög einsleitar. Og það þarf að blanda þessu saman kallar og konur og mismunandi þekkingarstig og fræðigreinar og annað því og það það sem skiptir máli. Feðgar, bestu þakki fyrir komuna. Takk. Komið sælir áhorfendur á nýja leik. Það fer að styttast í það við fáum að vita hvaða konur hreppa viðurkenningu Félags kvenna í atvinnulífinu á þessu herrans ári. En áður að því kemur skulum við heyra aðeins í ungum konum og kynnast viðhorfum þeirra meðal annars til jafnréttismálanna. Hulda. Já, takk fyrir þetta Sigmundur og ég kom með 3 ungar dömur sem allar eru fyrirmyndir á sínu sviði eða hafa skarað fram úr að einhverju leyti og við ætlum aðeins að ræða fyrirmyndir hér á næstunni. Þetta eru þær Kamilla Einarsdóttir, Guðrún Ýr, söngkona GTNR eins og hún kallar sig gjarnan og Jewel Chambers. Verið hjartanlega velkomna stelpur. Takk. Byrjum á þér Kamilla kannski, aðeins að fara að heyra þér. Fyrirmyndir, skipta þær máli og eða hverjar eru þína fyrirmyndir? Já, sko það fullt af fólki sem ég lít rosalega mikið upp til og hafa haft mikil áhrif á mig. Og ein fyrirmynd sem bara breytti öllu fyrir mig var rithöfundurinn Þórdís Gísladóttir. Og það var ég var með svo mjög minnlokum, ég var svo gömul og það þýddi ekkert fyrir mig að byrja að skrifa því ég hafði ekki náð að gefa út á henni með 27 ára. Og þá var bara, þetta er búin, það getur enginn haft áhuga á því sem einhver
kona sem annar fótum gröfinni hefur að segja. Svo var eitthvað sem benti mér á, þú veist, hennar fyrsta bók kom út þegar hún var 45 ára og hún er æði og rosa afkastamikill, ógeðslega töff og cool og ég hugsaði bara, þá er kannski alltaf lagið að bara prófa það. Já, og það fær kjarkinn. Og hún er líka rosa töff með það, þú veist, hún er alltaf að hvetja aðra áfram og benda mig á, bara jú, gerðu þetta okkur svona. Og þegar ég fekk þannig hvatninga frá henni, þá, þú veist, það var svo mikið áhrif að ég þorði að gera eitthvað. Og ég reyni núna, þú veist, ef ég hitt einhver aðra sem er kannski eitthvað spá í þessu, að vera eins og hún með það. Já. Eins og ég reyni líka að vera jafn góður rithöfundur hún og mun reyna það alltaf. Já, þannig að þú tekur það svona til þín svolítið í seinni tíð kannski? Já, og hef alltaf, já, af því hún er æði, hún er bara eina bestu rithöfundum þjóðarinnar. Já, frábært. Og þá einmitt, Jewel, þú hefur verið að vinna við margmiðlun hérna heima í stafrænni markaðssetningu og annað veit ég, en kemur frá Bandaríkjunum. Áhugavert að heyra aðeins í þér. Hverjar eru þínar fyrirmyndir? Hvernig líturðu á fyrirmyndarhlutverk kvenna? Já, ekki endilega kvenna. Ég á 4 fyrirmyndir og stærsta fyrirmyndin mín er mamma mín. Ég ólst upp í Brooklyn og á 10. áratugnum og þar var mjög erfiður tími af því að þar var mikið glæpi og eiturlyf í New York borg og mamma mín bjó til frístundaheimili og ókeypis sumarbúðir fyrir börn í nágrenni okkar. Þetta var öruggur og mjög skemmtilegur staður fyrir börnin. Já, hún er, best, ég held að ég dáist að henni vegna þess hún er ástúðleg og oft óséð hlýðin. Aðrar fyrirmyndar mínar eru Oprah Winfrey, Michelle Obama og Kamala Harris, og við það. Allar eru klárar og sjálfstæðar og mjög sterkar konur. Já, skiptir máli að hafa þær í forgrunni og svona í kastara. Einmitt, ég er innblásin af örlæti og velgengni þeirra. Frábært. Og svo veit ég, þú ert með podcast og fréttaveitur líka á Facebook, þannig að það getur fylgst með þér, gott verk sem þú átt að gera og mamma henni hefur greinilega alið ykkur vel, ég veit að systir er nefalegakappi, nefalega kona, þannig að það vantar ekki kjarkinn og þórið. En þá yfir til þín, Guðrún Ýr, hvað segir þú með fyrirmyndi? Ég meina, þú telst nú fyrirmynd margra kvenna, þykist maður vita og ert það, svo maður hrósið nú líka í leiðinni. Hvernig lítur þú sjálfa á þetta fyrirmyndarhlutverk? Já, ég hef nefnilega oft fengið þessa spurningu. Ég held bara í hvert einasta viðtal sem ég hef farið, þá hef ég verið spurð, sko, hver eru þínar fyrirmyndir? Og ég hef alltaf verið svolítið svona týnd í þessu að því þær breytast svo oft hjá mér. Já. En svona fyrsta fyrirmyndin sem ég man eftir var Margrét Lára, að því ég var í fótbolta. Og hún var bara, strákarnir voru, þú veist, horfandi á Cristiano Ronaldo og meðan ég var bara, Margrét Lára er alveg þarna bara toppurinn af tilverunni, sko. Já. Svo var það Birgitta Haugdal. Ég er á þeirri finnst það, sko. Þannig að, og mikið gaman að geta, sko, haft Birgitta Haugdal sem fyrirmynd í svona langan tíma og þegar ég var ung og svo unnið með henni í seinni tíð. Já. Og líka en þá á hana sem fyrirmynd, sko. Einmitt. Þannig að það eru svona konur úr bransanum svolítið sem þú hefur verið að horfa til og tileinka þér. Já, alveg 100% og eitthvað svona oftast setja mér fyrirmyndir sem að, og sé svona, þar sem ég sé sjálfa mig geta orðið. Ég ætlaði náttúrulega að vera fótboltastjarna. Þá var Margrét Lára stór fyrirmynd þar og svo langaði mig að fara í sönginn og tónlistina og þá er Birgitta Haugdal svolítið þar, sko. Þannig að þetta var svona, það er það sem stóð upp úr hjá mér. Já. Er mikið álag að vera fyrirmynd? Þarftu að fara að haga þér öðruvísi eða gerur það ósjálfrátt eða hefur það ekki áhrif? Nei, mitt svona motto er svolítið bara að vera einlæg og gera mitt, sko. Já. Og það hefur svolítið komið mér áfram. Og ef að ég get, ef að það að ég sé fyrirmynd, að ég geti það haft þau áhrif að aðrir séu einlægir og fara eftir sjálfum sér, þá er ég alveg til að vera fyrirmynd, allar sem vilja. Einmitt. Stelpur, þið eru fyrirmyndir og það er ástæðan fyrir að þið eru hérna á þessum þræði hjá okkur, þannig að ég óska ykkur nú bara góðs gengis og kæra þakki fyrir að vera með okkur og gefa okkur smá innsýn í þennan heim ykkar og þessar flottu fyrirmyndir sem að þið lítið til.
Kæra þakkir. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk. Takk fyrir þetta, kjarnakonur, kraftur í ykkur. En það fyrir líða því að við fáum að sjá hvaða konur hreppa viðurkenningar FKA á þessu herrans ári. Allt saman konur sem okkur hvatning og miklar fyrirmyndir. Stjórn FKA og dómnefnd lagði áherslu á að finna á listan konur af öllu landinu sem sýna okkur breidd íslensks atvinnulífs, konur af ólíkum uppruna, konur af ólíkum aldri og hölda konur sem eiga baki mjög ólíka lífsreynslu. Já, heldur betur. Og það komið að því að uppljóstra hverjar hljóta viðurkenningu fyrir FKA viðurkenninguna. FKA þakkar viðurkenninguna og FKA hvatninga viðurkenninguna. Og dómnefndin var og skipuð 7 manns úr viðskiptalífinu. En þetta eru Áslaug Gunnlaugsdóttir, stjórnarkona í FKA sem formaður dómnefndar og með henni eru þau Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, Hilmar Garðar Hjaltason hjá Vinn-Vinn, Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri OR, Lilja Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, Nökkvi Fjallar Orrason, stofnandi og eigandi Swipe og Spotify og Þórður Magnússon, stjórnarformaður Eiris Invest. Já, heldur betur kröftugur hópur sem að í ár hittist rafrænt, en það var allt með ólíkum hætti í ár og það var einnig þannig að þau völdu og birtu lista yfir 5 atkvæðamestu í hverjum flokki fyrir sig. Já, ef við kíkja þess á hann, fyrst kannski hvatningaviðurkenningin, en þar komu 5 konur til greina. Edda Sif Pind Aradóttir, Fíta Abu Líbdæ, Gerður Huld Arnbjarnardóttir, Guðríður Gunnarsdóttir og Unnur Anna Valdimarsdóttir. Já, og í þakkar viðurkenningarflokknum þá voru það Bryndís Brynjólfsdóttir, Guðrún Björnsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, Ingileif Jónsdóttir og Sólveig Eiríksdóttir. Og í flokki FKA viðurkenningarnar komu þessar 5 til greina. Alma Möller, Ásthildur M. Óttarsdóttir, Erla Björg Guðrúnardóttir, Hrund Rudolfsdóttir og María Fjóla Harðardóttir. Já, heldur betur spennandi og það komið að því að sjá hvaða konur voru valdar af þessum 15 tilnefndu og sem að reyndust á hlutskarpastar í vali dómnefndar. Já, fari ekki langt, þetta alltaf komið í ljós. Með Íslandsbanka appinu sinnir þú allri helstu bankaþjónustu á einum stað á einfaldan og öruggan hátt. Góð þjónusta breytir öllu. Íslandsbanki. Sjóvá efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvoginni. Sjóvá. Tilbúnu réttirnir frá Bónus eru íslensk framleiðsla. Komdu í Bónus og láttu það ganga. Ég vil geta lifað og unnið laus við verki. Nutrilink mín lausn. Nutrilink, öflugur liðstyrkur. Mundir þú eftir að bursta og skóla í morgun? Gömm eru hágæða tannvörur. Tannlæknar mæla með Gömm tannvörum. Fögnum 15.000 sendingum sem hafa verið sóttar til okkar á völdum N1 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Og nú bætum við völdum stöðum á landsbyggðinni við. N1 alla leið. Nýttu útsölunar og gerðu góð kaup með Netgyro. Svo getur þú dreift greiðslunum eins og þér hentar í Netgyro appinu eða á netgyro.is. Netgyro. Nú eru heilsudagar í Netto. Alltaf 25% afsláttur af heilsutengdum vörum og ofurtilboð á hverjum degi. Netto. Ert þú að gangi gegnum breytingar? Femarel-vörurnar eru náttúruleg lausn fyrir konur sem finna fyrir einkennum vegna hormónabreytinga. Ekki láta breytingarnar koma þér úr jafnvægi. Femarel. Elskaðu, lifðu, njóttu. Vinnupallar eru viðurkenningar hafi jafnvægisvogarinnar 2020. Veljum öruggar lausnir og jafnvægi á vinnustað. Eignaumsjón leiðandi í rekstri og umsjón húsfélaga og miðlar upplýsingum til eigenda í gegnum húsbókina Mínar síður. 20 ára þekking og reynsla í húsfélagarekstri. Eignaumsjón.is. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Belladonna, Skeifunni 8. Góðir áhorfendur, úrslitastundin runnin upp. Við
Við skulum fyrst kynnast því hvaða kona hlýtur hvatningaverðlaun Félags kvenna í atvinnulífinu 2021. En hvatningaviðurkenningin veitt konu í atvinnulífinu fyrir athyglisvert frumkvæði, Hulda. Já, hana hlýtur á þessu sinni Fida Abu Libdeh, en hún stofnandi nýsköpunarfyrirtækisins Geosilica sem framleiðir fæðubótarefni úr kísil. Og hún hefur hafið sölu á erlendum mörkuðum og fyrirtæki hennar metið á 700 milljónir króna í dag. Í rökstuðningi dómnefndar horft til sjálfbærni og umhverfisverndar, hvatningar til annarra erlendra kvenna í atvinnulífinu á Íslandi og þeirrar áræðinni konu að hasla sér völl í karllægum heimi. Já, við skulum kynnast Fidu Abu Libdeh. Ég fædd og uppalin í Palestínu, flutti til Íslands með mömmu og 5 systkini þegar ég var 16 ára gömul. Fór á rosalega erfitt fyrst að klára menntaskóla, ég kem á þessum aldri. Þannig að tók mig svolítið tíma að klára. Svo kláraði ég háskólabrúna hjá Kili 2008. Framhaldið á því fór ég í orku- og umhverfistæknifræði og kláraði þar BS gráðan. Eftir það fór ég MBA-námi í Háskólanum í Reykjavík og kláraði það. Geosilica var lokaverkefni mitt í orku- og umhverfistæknifræði. Geosilica framleiðir hágæða steinefni unnar úr jarðhitavatni frá Hellisheiðarvirkjun. Hugmyndin okkar var að nýta steinefnin sem fella til við háhitasvæðin á Íslandi. Og við náðum að framleiða vörur sem steinefni til inntöku og eru á markaði í dag á 7 markaðum og eru unnar úr jarðhitavatni. Lífið mikið áskorun fyrir alla, ekki bara fyrir mig, og ég tek svona áskorunir sem verkefni. Ég veit þau eru ekki búnar, það er alveg fullt af verkefnum eftir, en sem stendur upp úr hjá mér námi. Það var rosalega erfitt að klára námi, vera með móðurmáli mitt arabíska, reyna að klára námi á íslensku sem erfitt fyrir Íslendinga, en ég náði því, þannig ég mjög stolt af þessu árangri og já, fagna því daglega. Skilaboðin mín til yngri kvenna, þó ég sé mjög ung, en skilaboðin mín til þeirra að halda áfram að berjast, að vera með þrautseigju og fylgja draumana sína eftir. Það eru margir sem munu koma og segja að þetta ekki réttur draumur, þetta mun aldrei ganga upp, en ekki hlusta á það. Fylgja innsæi og fylgja eftir draumana sína. Þar sem mér finnst vandar, og ég hef oft verið spurt það, hver munur á íslenska kvenna og palestínskar konur? Akkur eru Íslendingar búin að ná lengra en annars þar í heimi? Og þá segi ég að munurinn liggur við karlmenn. Við viljum fá meira karlmenn með. Íslenska kallar eru mjög duglegar að hvetja konur og berjast fyrir réttindi þeirra, og það það sem vandar allan heim til að ná árangri. Og ég hvet bara strákarna til að halda áfram að berjast með okkur, fyrir okkur. Stærsta áskorun sem ég myndi telja sem stendur upp úr svolítið einmannalegt að vera í þessu bransa. Ég í jarðvarma, ég í bransa sem eru karllægir og fáar konur, fáar fyrirmyndar til þess að hjálpa mann áfram og svona til að horfa upp til. Þannig að svolítið einmannalegt að vera hérna á þessum fundum, eina konan, eina útlenska konan. Þannig það svolítið áskorun að mæta eina á staðnum, alltaf, og vera svona öðruvísi alltaf. Það svolítið erfitt. Ef ég væri að tala um sjálfa mér sem litla stelpu með við reynslu sem ég hef í dag, þá myndi ég segja fylgdu eigið hjarta og gaktu bara í gegnum lífið út frá eigið forsendum, fyndu hamingjan sjálf og fylgdu því eftir. Ég myndi segja það. Fida, til hamingju. Takk fyrir. Þú áttu nú ekki vona þessu þegar við hringdum í þig. Nei. Þú hefur náð glæsilegum árangri í íslensku atvinnulífi, kona af erlendu bergi brotin. Það ekki sjálfgefið. Takk fyrir það. Nei, það ekki sjálfgefið. Hvað erfiðast við það? Ekki tekið mark á konum í íslensku atvinnulífinu og þaðan að síðu konum af erlendu bergi brotnar? Já, það svona eins og það staðurind að konur eru svona minna á atvinnumarkaði og fá færri tækifæri og lægri laun og allt það sem í boði. Og það virðist að vera rannsóknir sína það að konur af erlendu bergbroti, af erlendum uppruna, að verða fyrir tvöfalt misræmi. Það að segja fyrir að vera konur og fyrir að vera erlendar. Hvað þetta margsanna þig? Oft, á dag. Já. En lætur það hafa? Ég læt mig að hafa þetta. Ég ætla að vera fyrirmynd, ég ætla að hvetja aðra konur. Það fullt af flotta konum, íslenska konur sem ryddu brautin fyrir okkur og ég ætla að vera þessi kona sem ryddi brautin fyrir erlenda konur. Já, þú ert leiðtogi
á þínu vinnustað. Hvað er erfiðast við að vera leiðtogi vegna sem maður þarf alltaf að vera í rauninni fyrirmynd annara sem leiðtogi? Já, maður getur ekki slakað á af því maður er fyrirmynd og svo er erfiðast við það er að vera konu af erlenda uppruna. Já. Stundum maður er ekki tekið alvarlega og er ekki tekið marga á manni og svona ná ekki að tengja alveg við mig. Við vorum ekkert saman í skóla eða grunnskóla eða svoleiðis, þannig þetta er svolítið áskorun. Já, en árangurinn glæsilegur. Hverju þakkar hann? Þrautseigju? Já, ég myndi segja þrautseigja. Vinnusemi? Já, ég er mjög til að vinna. Ég hef alveg rosalega mikið þolinmæði og ég hef mjög gott stuðningsnet. Takk fyrir og einilega til hamingju. Takk kærlega. Fíta Abu Líptef, frábær fyrirmynd, en þá er komið að FKA þakkar viðurkenningunni, en hún er veitt fyrir eftirtektavert ævistarf, þakkarvert og sem stjórnanda þá í atvinnulífinu. Sigmundur. Þetta er spennandi. Þetta er spennandi. Og hana hlýtur Bryndís Brynjólfsdóttir fyrir einkar athyglisvert ævistarf, en fyrir utan að hafa verið umboðsmaður Sjóvá á Suðurlandi árabil, þá er hún stofnandi kvenfataverslunarinnar Lindarinnar frá 1974 og yfir 50 ár hefur hún sópað til sín viðskiptavini langt út fyrir Selfoss og Nesveitir. Já, og í umsögn dómnefndar er einmitt horft til einstaklingsframtaks Bryndísar en ekki síður frumkvæðis og virkrar atvinnuþátttöku og áræðinni og þrautseigju. Já, sannkölluð kjarnakona Bryndís sem sópað hefur að og er eiginlega tákgervingur alls þess besta sem þarf til að reka og stofna fyrirtæki á Íslandi. Kynnumst Bryndísi betur. Við erum stödd hérna í Tryggvaskála á Selfossi og hér er ég fædd akkurat í þessu herbergi og hér ól ég manninn alveg til 1974. Foreldrar mínir ráku hér greiðasölu 32 ár og ég var náttúrulega partur af því fyrirbæri og þannig að hér hef ég alið manninn fram eftir öllu. En þau seldu 1974 og þá svissaði ég úr hótelrekstri yfir í fataverslun og snyrtivörur og stofnaði verslunina Lindina hér á Selfossi og reyndar á ég hana ennþá en hef ekki starfað við hana undanfarin ár. Þegar ég var aðeins 22 ára þá vann ég náttúrulega hér í Tryggvaskála hjá foreldrum mínum og auðvitað var mikið bakað og eldað og ég tók þátt í því á fullu og þar var auglýst bökunarkeppni hjá Pillsbury Best hveitisamsteypunni og ég tók þátt, faðir minn heimtaði að ég tæki þátt, hann var afskaplega bergdreyminn og hann sagði þú verður að taka þátt og ég sagði á ég að senda kleinunar eða pönnukökurnar eða hvað? Nei, þú finnur eitthvað í bókinni þinni. Og ég gegndi, ég var hlýðin og ég tók þátt og bakaði og komst í úrslit og gerði mig lítið fyrir og vann þessa keppni og aðeins 22 ára og verðlaunum voru ekki að verða endunum. Það var boð til New York og síðan til Dallas. Þetta er afskaplega eftirminnileg stund og þegar ég lít tilbaka. Ef ég á að ráðleggja ungu konum í dag þá er það náttúrulega, maður sér hvað tíma þeir hafa breyst og unga konur hugsa öðruvísi heldur en ég gerði á sínum tíma. En tækifæri hjá ungum konum í dag eru því lík að það á ekkert að standa í vegi fyrir að hver ung kona mennti sig, láti drauma sína rætast og standi með sjálfri sér. Verði sjálfstæðar, nái því fram sem það bara inn í hjartanum hafa bara þörf fyrir. Ég lagði mjög mikið upp úr því að verða sjálfstæð, engum háð og skapa mér starfsvettvang þar sem ég gæti ráðið mér sjálf. Ég veit ekki hvaðan þetta kemur en ég vildi læra tungumál, fara að vinna og þannig geta skapað mér starfsvettvang og vera alltaf tilbúin að taka hverju sem að lífið byði mér upp á. En í dag myndi ég kannski segja, ef ég væri ung í dag og færi að tala við mig, þá myndi ég segja, menntaðu þig mikið, lærðu tungumál, ferðaðstu,
forðastu vímuefni og þar fram eftir götunum. Þá eru bara ungum konum allir vegir færir í dag. Hjartanlega til hamingju enn á ný. Takk fyrir kærlega. Ég verð nú að segja það eftir að hafa séð þessa fallegu myndir frá Selfossi, hvað er alltaf gaman þegar maður keyrir yfir brúna, þá hugsaði til Ingunnar í pylsuvagnum á hægri og ykkar maðurinn þarna til Tryggvaskálanum til vinstri. Ofsalega öflugar konur sem að reka fyrirtæki á Selfossi mitt. Mér langar að spyrja þig, hefur það alltaf skipt þig persónulega máli að standa fyrir eigin rekstri og standa svolítið svona á eigin fótum? Já, þetta kom upp mjög snemma í mínum uppvexti. Foreldrar mínir alltaf rákufyrirtæki, voru stór í atvinnurekstri á Selfossi og ég drakk það svolítið með mjóðumjólkinni og sjálfstæður rekstri, sjálfstæða hugsun, sjálfstæð peningalega, allt sem viðkemur sjálfstæði einstaklingsins skiptir mig máli. Já. Og einmitt þú að þinni kynslóð, maður hugsaður það lítur jafnvel hafa skipt enn meira máli, en hvað finnst þér hafa verið svona farsælast, hvað hefur skiptið mestu máli á þínum ferli þú horfið tilbaka? Ég hef verið svo heppin að ég hef fengið að koma að alls konar rekstri, fyrst hótelrekstri, síðan stofnaði ég verslunina mína, síðan fór ég í pólitík og var þar í 8 ár, og var í bæjarstjórn Selfoss og forseti bæjarstjórnar og formaður bæjaráðs og það átti ekki illa við mig. Síðan var ég beðin að taka að mér umboð og síðan útibússtjórastarf hjá Sjóvá og Almennum 1989 þegar Sjóvá og Almenna tryggingar sameinuðust og svo ég náttúrulega alltaf með lindina svona í kaffistofunni, kíki við og fylgist með þó að dóttir mín rekja hana algjörlega og síðan ekki síst að þá þessi forréttindi að fá að taka þátt í að endurbyggja Tryggvaskála. Já. Þannig að allt krefst þetta nú sjálfstæði að geta ráðið sér sjálfum og geta gert þetta. Já, svona rétt í lokin sumir segja að ferill mann sé oft bara tilviljanakendur. Finnst þér það eða hafðirðu fulla stjórn alltaf? Ég held að flest þessi störf komu svolítið upp í hendurnar á mér. Ég hef aldrei sótt vinnu og búið til ferilskrá og eitthvað þvílíkt eins og tíðkast í dag. Þetta var náttúrulega öðruvísi og tímarnir eru svo öðruvísi í dag heldur en voru hér í gamla daga. Já, ánumlega það. Virkilega ánægilegt að fá þig hingað og við óskum þér enn og aftur til hamingju og takk fyrir þitt framlag til atvinnureksturs kvenna. Já, takk fyrir mig og vel bara vona að félag kvenna í atvinnurekstri standi áfram að þvílíkri uppbyggingu og hvatningu til ungra kvenna sem vilja hefja rekstur í dag. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Komið sælir áhundur á nýja leik, það komið að þið að fá það hreint. Hver hreppir FKA viðurkenninguna 2021? Já, viðurkenningu fyrir velunnin störf í þágu kvenna eða einhver sem hefur verið konum sérstök fyrirmynd eða hvatning í atvinnulífinu. Já, en áður en við fáum stóra svarið, þá skulum við fá formann dómnefndar Áslaugu Gunnlaugsdóttur hingað til okkar til að ræða eins starf dómnefndar. Já, verður velkomin til okkar Áslaug. Takk hérlega fyrir. Reyndist valið erfitt? Já, valið var nokkuð erfitt en mjög skemmtilegt og ég tel að dómnefndin hafi komist að mjög góðri niðurstöðu. Og þetta voru tugir hundruð kvenna? Já, það voru bárust hátt í 200 tilnefningar. Já. Alveg magnað. Þessi hópur alltaf að stækka það ekki á milli ára? Jú, ég held að það sé bara almennt mjög góð þáttaka þegar óskað eftir þessu tilnefningum af hálfu FKA. Það mikill áhugi fyrir þessu og náttúrulega mjög margar flottar og frambærilegar eldklárar konur í íslensku atvinnulífi. Og þetta eiginlega ánægilegt vandamál fyrir ykkur að hvað hópurinn að stækka og breikka í framlínu íslensks atvinnulífs hringinn í kringum landið. Já, ekki spurning. Já. Hvaða uppskrift það sem að tilleggið svona upp með fyrir dómnefnd? Já, dómnefndin hafði svona leiðarljósi við sín störf að horfa til að hafa fjölbreytni að leiðarljósi og til dæmis og aldur og búsetu, starfsvið. Það eru svona þessir helstu þættir sem við litum til og þetta bara þegar í lokin þetta bara spurningum að finna réttu konuna í hverjum flokki fyrir sig. Var ekkert erfitt að vinna hver í sínu horni á þessum fordæmalausu tímum? Jú, það
gekk ótrúlega vel og við unnum svo sem bara með tölvupóssamskiptum, við hittumst ekki en við hittumst á Teams og þetta gekk bara, þetta var mjög skilvirkir fundir og gekk bara eins og í sögu. Já. Spennandi, en kæra þakki fyrir þetta Áslaug. Og þá hölda að heyra hver hreppir FKA viðurkenninguna á þessu herrans árið 2021. Já, mér það sannur heiður að tilkynna María Fjóla Harðardóttir hlýtur FKA viðurkenninguna 2021. Hún forstjóri Hrafnistu, eins stærsta vinnustaða landsins og hefur staðið í eldlínunni á tímum farsóttar. Og dómnefndinni fannst það bæði viðeigandi og þýðingamikið að heiðra framlínukonu í heilbrigðisgeiranum á þessu erfiða ári sem að baki þar sem umönnun okkar elstu samlanda hefur verið einkar erfið og viðkvæm. Sannarlega. Hún talið mikill leiðtogi og mikil fyrirmynd og á þeim 5 árum sem hún hefur starfað á Hrafnistu þá hefur hún gjörbreytt umhverfinu. Já, við skulum kynnast þessari ágætu konu, Maríu Fjólu, betur. Ég heiti María Fjóla Harðardóttir. Ég fædd og uppalin í Þorlákshöfn. Ég hafði bara frá því í barnæsku ákveðið að vera hjúkrunarfræðingur. Ég hef ekki hugmynd af hverju. Ég hef aldrei starfað við það áður en ég byrjaði í háskólanum. En þetta var bara einhvern veginn, ég skrifaði skýin. Kannski fyrsti hápunkturinn í mínu ferli var þegar ég ákvað að fara í háskóla og ég hafi hreinlega bara komist í gegnum fyrstu árin í háskóla. Það var bara hápunktur nummer 1, þess að ég var bara ekki viss að ég hefði það. Hápunktur nummer 2 var að fara út fyrir mig þægindasvið og fara í verkefnastjórnun, MPM, í Háskólann Reykjavík. Þar sem ég var að fara algjörlega út fyrir mig þægindasvið og þurfti hreinlega að læra nýtt tungumál. Þannig að það var svona sigur nummer 2 og síðan þetta að ég hafi byrjað sem hjúkrunarfræðingur, almennur, farið svo í deildarstjórastöður og síðan fór ég í, sótti ég sem framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs og var ráðin í það og síðan það sem ég í dag, þar sem ég orðin forstjóri Hrafnistu og ég sá það ekki alveg fyrir mig þannig í upphafi. Reynslan mín til, og ef ég get miðlaði til yngri kvenna, að það kannski það sem ég hef áttað mig á sjálf. Við þurfum ekki að kunna allt, bara langt í frá, og við þurfum ekki að vita allt. Ég held að þann dag sem við teljum að við vitum allt, að þá eigum við bara að hætta. Þannig að við erum alltaf með í kringum okkur fólk sem eru sérfræðingar, við eigum að hlusta og við eigum að taka mark á því sem fólk segir og hlusta svolítið á gut feeling. Ég frábær eins og ég með öllum mínum kostum og löstum. Þannig eru allir og þannig held að það hefur gert mig að betri mannesku að hafa bæði kosti og lesti eins og allir og ég með því að læra að þekkja því sem ég síður góð í að því betri manneski ég. Ef ég væri ung stelpa í dag með mína reynslu, þá myndi ég segja henni að dvelja á þeim stað þar sem hún róleg, ekki reyna að vera önnur hún með árunum mun hún mæta áskorunum sem kenna henni hinnar ýmsu lexíur, hinn ýmsan lærdóm og hún mun rísa upp úr þeim það sem hún lítur á sem vandamál í dag, varðandi sjálfan sig. Hún mun rísa upp úr því og verða sterkari fyrir vikið. María Fjóla Harðardóttir, FKA viðurkenningarhafi 2021. Velkomin hjartanlega. Takk fyrir. Hvernig var þið nú við að heyra af valinu? Ég verð að segja að þetta komið mjög óvart. Þú rekur 1600 manna vinnustað. Segðu okkur hver lykillinn að því að gera hann svona góðan og eftirsóttan? Lykillinn að velja inn gott fólk og búa til vinnuvænt umhverfi. Þannig að fólki líður vel. En verður maður ekki reyna að finna styrkleikana í hverjum og einum? Jú, það ekkert verra heldur en að setja fólk í verkefni sem ekki þeirra styrkleiki þeirra veikleiki.
sem það ræður ekki við, þannig að það er mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt. Já. Og hvað leggur þú mest áherslu á í starfi hjá þér til að ná svona því besta fram í starfsfólkinu hjá þér? Mín áhersla og minn styrkleiki eru samskipti. Ég legg mikið upp úr því að reyna að lesa svolítið veikleika og styrkleika fólks og þegar ég afhendi verkefni þá afhendi ég það með öllu saman, bæði umboði og valdi og treysti fólki til að sækja sér leiðbeiningar eða þarf á því að halda frá mér, en ég treysti þeim til þess að reka verkefni og klára það með snilld. Er það ekki eitthvað það dýrmætasta fyrir leiðtoga að láta og sjá fólk blómstra? Það er það nefnilega og ég held að eitt það mikilvægasta sem að leiðtogi getur gert er að taka aldrei sigurinn frá starfsmönnum. Þau eiga verkefnin alla leið og minn, kannski má líka vera minn styrkleiki að ég nýt þess að sjá fólk blómstra og sigra. Það er minn sigur að hafa valið rétt verkefni fyrir réttan einstakling. Já, þannig að trausti kannski kemur þar sterkt inn að byggja upp og vera svolítið samhliða. Algjörlega. Þetta er ofboðslega stór vinnustaður. Vaknar ekki stundum á morgnana og segir út í hvað er ég komin? Jú. Algjörlega. En svo vakna ég ennþá betur og man eftir hvað ég er með rosalega gott heimi með mér. Ég veit að ef ég væri þarna ein, að þá var ég farin, ég var druknuð, bara þetta var búið sko. Þannig að ég veit hvaða hóp ég er með og þess vegna veit ég að þetta er flotta, stóra batteri gengur vegna þess að það er bara flott fólk. Já, og treysta fólkinu sem að þú hefur vald til starfans. Og treysta fólki, það er númer 1, 2 og 3. Innilega til hamingju, María Fjóla. Við höfum að segja þetta gott að viðurkenningarhátíð FKA 2021. Þökkum öllum þeim sem framkomu og ekki síst Fítu, Bryndísi og Maríu Fjólu sem eru sannar fyrirmyndir. Sannarlega, og fyrir hönd stjórnar FKA vil ég þakka útgáfufélaginu Torg sem að rekur meðal annars Fréttablaðið, Hringbraut og fleiri miðla. Og höldum áfram að hreyfa við hlutunum munum. Hulda, jafnrétti er ákvörðun. Það er víst ákveðið og viðtöl við viðurkenningarhafana verður að finna í Fréttablaðinu á morgun. Verið sæl og blessuð. Sæl.